Kæri Vaskberi, hér eru spilin þín komin. Það þema í kvöld að það eru sömu spil að koma upp fyrir mörg merki. Einhver ástæði fyrir því. Margir ef til vill að fást við svipaða hluti. Hér eru hlutirnir að gerast hratt hjá þér, kæri Vaskberi, á næstunni. Ef þeir eru fundist eins og hafi verið töf eða eitthvað hefur gengið hægt fyrir sig, þá verður breyting núna. Þú þarft að gæta þess að halda jafnvægi á meðan að þetta er að ganga í gegn. Það getur verið eitthvað sem tengist fortíðinni þinni. Einhvers konar upprifjun eða endurvinna við fortíðina. Þú getur verið að fara í gegnum gömul skjöl eða gamlar myndir sem að eiga eftir að vekja upp minningar. Og einhvers konar mál sem að tengjast því, þar sem að þú þarft að rifja upp og muna atburði, muna dagsetningar, muna hvenær hlutirnir gerðust og í hvaða röð. Einhverjir ykkar eru að skrifa bók eða færa dagbók. Eitthvað varðandi það sem kemur hérna næstu daga. Og svo er hérna verið að sýna mér andstæðurnar varðandi hraða nútímans og hraða fortíðarinnar sem að var mun minni. Það er að segja að hlutirnir tóku lengri tíma, hér áður fyrr, voru unnir með öðrum aðferðum. En í dag er svo margt sem virðist bara gerast á hraða ljóssins. Þannig að kæri Vaskberi, kannski verið að benda þér hérna á að gera hlutinu svolítið á þínum hraða eða fara einhvern milliveg til þess að allt fari ekki í flækju eða óefni. Nú, alltaf þegar maður horfir til fortíðar, þá er ákveðin hætta á því að maður dvelji of lengi þar og dvelji við einhverja neikvæða atburði. Gættu þín á því, kæri Vaskberi, reyndu að horfa fram á veginn og nýta þér neikvæðni eða mistök úr fortíðinni til að skapa þér eitthvað nýtt. Og svo kemur hérna bara afskaplega fallegt jafnvægi og falleg svona ró sem að fylgir þér næstu daga eða eftir að þessi hraði er yfirstaðinn, eftir að þetta stress er liðið hjá, skulum við segja. Og margir ykkar er að fara á stað þar sem að þeir geta slakað mun betur á heldur en að geta í núverandi umhverfi. Þar sem er hlýrra, þar sem maður nýtur meiri sólar og þar sem að streitan er minni. Bara gott mál, kæri Vaskberi. Það er alveg örugglega kominn tími á það hjá sumum ykkar að taka einhver smá frí, skulum við segja, eða smá hlé, allavega að gera hlé á því sem þið eru búin að vera að fást við. Af því að þessi filma er hérna, kallar á mig. Einhverjir ykkar eru til að vinna við filmur eða með filmur eða það sem að myndi vera filmulíki í dag, sem sagt kvikmyndagerð. Ég veit að það er ekki allir að vinna með filmur þó við séum með kvikmyndagerð. Það er eiginlega kvikmyndaparturinn sem ég er að tala um. Þó að séu aðra græjur í dag, eins og ég var að tala um, sko, hraði nútímas versus hraði fortíðarinnar.
Ef til vill eru þið að gera kvikmynd fortíðina eða framtíðina. Ok, ég ætla að taka hérna einn engil fyrir ykkur. Litlu sætu englarnir hennar Doreen. Kom alltaf með eitthvað skemmtileg skilaboð. Ok. Viðurkenndu sannar tilfinningar fyrir sjálfið þér. Vertu heiðarlegur við sjálfa þig. Enginn veit hvað þú vilt innst inni nema þú sjálfur. Ok. Fylgja þinni sannfæringu, fylgja þinni löngun, fylgja þinni köllun, skulum við segja. Skipti máli. Og líka að þú ber tilfinningar til einhvers að viðurkenna þær fyrir sjálfu þér. Ekki bæla það niður. Bara vera heiðarlegur gagnvart sjálfu þér. Það er svona basically það sem þetta spil er að segja. Og hvort sem það tengist inn á þetta sem ég var að segja áðan, eða þetta eru svona skilaboð bara aukalega í lokin. Þú finnur kannski bara út úr því sjálfur Vatnsberi góður, en þetta gæti vissulega tengst inn á fortíðina eða það sem að þú hefur verið að hugsa til fortíðarinnar. Það er alltaf best þegar upp í staðið að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér, og þetta spil er að benda þér á það. Svo mörg voru þau orð, kæri Vatnsberi. Þá ætla ég að þakka fyrir, ljós og kærleikur.